sú að íslenska tungumálið, það er að segja, hinn íslenska tunga sem allir að væla og syngja á íslensku, má alltaf finna svar og svona væl. Þetta bara ekki rétt. Það er að hérna, hún hefur nefnilega, íslenska tungan hefur ekki aðlagað sig sem sagt siðmenningu, íslensk siðmenning ekki nema svona hvað, 50 ára gömul eða og tungumáli hefur ekkert fyllt í kjölfarið. Hérna sko þegar þetta gekk alveg þegar lífið hérna á Íslandi var fábreytt og menn bjuggu í torfkofum og þvoðu hárið á sér upp úr kúahlandi og svona, þá var alveg nóg að segja bara svona einu þessi íslenska orð. Góðan daginn og vertu blessaður. En núna er þetta orðið flóknara samfélag og þá þurfum við meiri svona fín orð yfir hinn og þessar hluti sem er kannski ekki hægt að finna annars staðar en í enskri tungu. Nei, einmitt sko, en það sem hefur kannski háð svolítið málverndun hérna á þessu landi er það náttúrulega að það sem hefur háð málverndun á þessu landi er náttúrulega það að fólk er ofta eldast við einhvern svona titlingarskít, skilur, og meðan að málið er bara alltaf að fara til andskotan, sko. Meðan málið er bara þóttum það að fólk að eldast við hæ og bæ og eitthvað svona bull, sko. Og svo er hellingur orðum, skilur, sem fólk er að berjast með það sem eru löngu komin í málið og fara ekkert, sko. Þegar fólk er einu sinni búið að smakka á þeim, þá fara þau ekkert, sko. Finna blóðbragðið, sko. Já, og fólk gerir bara það sem að fólk vill. Sjá til dæmis þegar það eru að leggja göngustíga, skilurðu. Það er lagðir göngustígar einhvers stað eftir einhverju formi, skilurðu, þannig að fólk labbi ekki inn á túnið, þó það sem ekki styttra að labba yfir túnið. Og eftir svona mánuð þá er komin svona göngustígur gegnum allt túnið, skilurðu. Fólk bara fer þangað sem fólk vill fara, skilurðu. Þó að það sé einhver aðrir að leggja þig línurnar, sko. Fólk gerir bara það sem er þægilegast. Ég held að þetta sé ekki, sko, ég held að íslenska tungan sé engri hættur þó að menn sletti mikið. Nei. Sjáðu bara nágrannaþjóðir, sjáðu Dani og Svía og svona, þeir sletta 100 sinnum meira en nokkuð tímann Íslandi. Já, þeir bara danska öll, sko, og sænska öll útlensk orð, sko, ný orð, sko. Television verður bara televihún, sko, í Svíþjóð. Og hérna, þeir eiga ekkert sjónvarp, sko. Nei, þeir eru ekkert sjónvarp. Þeir eru ekkert orðið sjónvarp, það er orð, það er eitthvað svona fínt nýyrði, skilur, sem er að festast í. Já, er löngu búið að festast, já. En ég held að þróunin verði það og ég held að það sé bara óumflýjanlegt, sko, að sem sagt enska tungan er þeirra að sækja á Íslandi og eftir að taka yfirhöndina eitthvað. Já, ég hef engar áhyggjur af því, Ég held að íslenska verði bara svona eitthvað sem verður á safni Árna Magnússonar. En þið verður líka maður verður að líta á það, sko, að enska tungan er miklu ríkari, það er miklu ríkari orðaforði, sko, heldur en nokkuð íslensku. Það er fullt af orðum sem þú getur bara ekki lýst á íslensku. Nei, í barnaskólum, eftir svona 100 ár, þá verða spilaðar upptökur frá svona 1940 til að leyfa krökkunum að heyra hvernig fólk talaði á Íslandi. 1940. Ég vissum að vera það. Ég held að þú farið nú aðeins of langt í þessari framtíðarsýn Nei, ég geng ekkert of langt. Og mér finnst að við mættum bara að fella íslenskuna í gildi sem full öfgakennd skoðun, en ég held við séum samt að tala sama tungumál.